Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir í ljósmyndir því að 2. október næstu helgi þá ætlar Hólmgeir Karlsson að opna ljósmyndasýningu í kaffihúsinu á Brúnum í Eyjafjarðarsveit og ljósmyndarinn er hingað til mín komin, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Það kennir ýmissa grasa á þessari sýningu. Þú ert búin að vera að taka myndir lengi. Hvað verður á sýningunni? Þessar myndir sem ég ætla að sýna á sýningunni, þetta verður 113 myndir. Það eru langflestar myndir sem eru teknar af kvöldlagi, næturlagi og flestar á Akureyri eða nágrenni. Einmitt. Þú býður átekta eftir kvöldinu og nóttinu með myndavélina á lofti og reynir að fanga augnabliki. Og þetta er myndavélin sem þú... Þetta er fröken Canon, vinkona mín, í dag. Já. Svo sem ég mynda mest á í dag. Einmitt. Svo sem átt margar myndavélar í gegnum tíðina. Já, og þú ert meira að segja með þá fyrstu með þér, minnst það svolítið magnað. Þessa hérna? Já. Ég hef náttúrulega bara verið áhuga ljósmyndari, ekki farið í neitt formlegt nám eða neitt svoleiðis, en var tiltölulega snemma farinn að eitthvað að nudda að fá myndavél. Já. Og þessa myndavél fékk ég þegar ég var 8 ára. Einmitt. Og þá var þetta gömul myndavél sem var nú ekkert alveg í lagi. Nei. En það var nú tókst að gera við hana og þessa myndavél fór ég að mynda á í upphafi. Og þú meira að segja, þetta eru fyrstu myndirnar sem þú tókst á hana? Þetta eru myndir af fyrstu filminu sem ég tók á hana. Já. Og eru myndir af fyrstu útsendingum Ríkissjónvarpsins á Akureyri. Einmitt, þetta er Herðubreiðir hérna og er þetta ekki Tinna Gunnlaugs sveimir þá, barnung sýnist mér í þessari útsendingu. Þetta er stórmerkilegt, það er ekki allir sem eiga svona til minja fyrstu listaverkin, Já. Og síðan hefur þú væntanlega átt nokkrar myndavélar. Ég hef búin að eiga nokkrar. Fyrsta svona tímamót alvöru myndavéli mín. Já. Ég eignaðist hana þegar ég var 15 ára. Já. Og það var enda pínu skemmtileg saga á bak við það líka. Já. Eins og allir unglingar þá átti ég skellinöðru. Já. Og laust eftir ég fekk próf á hana, þá voru menn svona pínu svolítið á undan sér með þetta allt saman. En einhvern tímann upp úr 15 ára afmælinu þá seldi ég hann og keypti með myndavél fyrir andvirði. Nú, já. Og forláta mín alltaf vél sem ég keypti hjá honum Baldri heitnum í filmhúsinu. Já. Og það er eina vél sem hefur fylgt mér langlengst, þangað til að digital byltingin reið yfir. Já. Þetta er skemmtilega og það er náttúrulega snýst náttúrulega ekki bara græjurnar sem maður er með. Þetta er náttúrulega ljósmyndarinn leitast við að fanga augnablikið, ekki satt? Jú, það er það í raun og veru allan tíman, þó að þessar nýju fínu vélar þær geta hjálpað manni. Já. En þetta snýst yfirleitt náttúrulega augnablik og fanga tilfinningar. Já, hafa auga fyrir Já, ég er svo sem þannig sem ljósmyndari, ég hef aldrei átt Photoshop. Nei. En þannig ég reyna að gera allt í gegnum myndavélina sem ég ætla að ná fram. Já. Og mest þegar ég var ungur þá var ég að mynda á slætsfilmu. Já. Og þá í raun lærði maður það að þú þurftir að ramma myndina þína inn þegar þú varst að taka hana. Já. Það var engin eftirvinnsla á slætsfilmunni. Nei. Og ég er svolítið þannig enn þann dag í dag að ég klára myndirna mínar í myndavélinni. Já. Og þetta ég greip með nokkrar sem dæmi þessar sem að verða á sýningunni. Þetta eru mikið næturmyndir. Þessi er tekin fyrir neðan Akureyrarkirkju. Já, Sigurhæðum og frostþokan í firðinum. Ofboðslega falleg. Svo eru þetta myndir, þær eru af ýmsum toga. Við hefum svo falleg mannvirkin á Akureyri. Samkomubrúin er í miklu uppáhaldi hjá mér. Já. Og ljósadýrð og margar myndir af henni í öllum regnbogans litum. Já. Og svo kirkjan okkar. Já, stórglæsilegt. Það verða ekkert margar af henni, það eru nokkrar. Já. Og svo er reyndar, það eru landslagsmyndir líka á þessari sýningu.
Og hér er ein til dæmis sem er úr seríu sem er tekin á Öræfunum. Já. Hérna fyrir austan. Fjallamyndir í ljósaskiptum. Einmitt. Þannig þetta En það sem að svona var búið að brjótast í mér, það var lengi búið að langa til að halda sýningu. Já. En þetta er áhugamáli mitt og ég hef aldrei selt myndumæfina. Nei, einmitt. Og mér langar ekki að fá pening fyrir myndina mínar. Nei. Af því að það er svo mikið frelsi fólkið í því að eiga þetta sem áhugamál. Já. Ekkert sem að toga mann áfram nema gleðin við að taka mynd. Já. Og svo laust þessari hugmyndun í kollin á mér þegar að risakýrin Edda var að byrja að fæðast. Já, og það er alveg ótrúlega spennandi verkefni sem hún beðið til að smíða. Já. Og þá kom upp svo hugmynd að ég geti haldið ljósmyndasýningu og myndirna mín að vera til sölu. Já. En söluandvirði rennur allt til smíðinnar á henni Eddu, kunni. Já, frábært. Þannig að það er mjög fallegt að listaverk styðja við listaverk. Já, það er allavega von mín ef að Já, þannig að ég fæ tækifæri til að sýna myndirna mínar og vonandi að hefur einhver gaman af. Já, heldur betur og fólk getur þá sem langar til þess að eignast mynd styrkt gott málefni í leiðinni. Já. Gefið öðru listaverki líf. Nákvæmlega. Henni Eddu. Já, frábært. Og sýningin opnar sem sagt núna næstu helgi, sem sagt 2. október. Eftir rúma viku. Já. Og hvað stendur hún lengi fyrir áhugasama? Sko, hún verður opin sem sagt næstu helgi, laugardag og sunnudag og svo væntal helgina þar á eftir. Já. En það er ekki alveg búið að þetta er bara að gerast og á að fara að auglýsa viðburðin. Já. Við bara hvetjum fólk til þess að fylgjast með og svona. En við verðum eiginlega enda á að tala um myndina hérna, sko. Þessa síðustu sem er hérna. Síðustu, já. Já, þú nefndir það einhvern tímann áðan að þetta snerist ekki endilega allt um myndavélina. Nei. En ég ákvað að leyfa þessari mynd að fljóta með á sýninguna og selja. En hún er á sig svolítið skemmtilega sögu. Já. Ég hef ekkert oft tekið þátt í ljósmyndasýningum en gerði það með þessa mynd og hún vann til fyrstu verðlauna. Já. Og í vinning var forláta myndavél sem ég hafði náttúrulega ekkert að gera með af því ég átti góða myndavél fyrir. Já. Þannig að ég gat skilað ljósmyndavélinni og keypti vídeóvél handa litlum snáða sem að þráði að eignast vídeótökuvél. Já, það hefur nú aldrei sporið ávöxt því hann er náttúrulega bæði búinn að læra kvikmyndagerð og starfar hérna hjá okkur á N4. Það er nefnilega málið, hann er hérna hjá ykkur er það ekki í dag? Jú, heldur betur, sko. Þannig að þetta er aldeilis búið að bera ávöxt, sko. Og þessi mynd var tekin bara á þessa vél, er það ekki? Jú, og talandi um fínu græjurnar. Já. Það þarf ekki nema svona til að taka fallega mynd ef þú ert á réttum stað á réttum tíma og sérð viðfangsefnið. Fangar augnablikið. Þetta er alveg hreint magnað. Við bara hvetjum auðvitað bara alla til þess að gera sér ferð inn á brúnir og njóta listarinnar, kaupa mynd og styrkja hana Eddu í leiðinni. Það vona ég svo sannarlega og einhverju njóti. Já, ekki spurning. Bara kærar þakkir fyrir að koma hérna í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir að bjóða mér að koma.